Komið sæl, byrjum hér á að skoða stöðuna á Norður-Atlantshafi. Það eru búin að vera suðlægar áttir hjá okkur í dag með rigningum sunnan og vestanvert landi. Við sjáum hér sökudólgin sem er lagð við Grænland og hér er hæð suður af okkur sem nær hér yfir að Skandinavíu, Evrópu sem heldur lagðunum hér að okkur. Og það er áframhaldandi sunnanátt hjá okkur á morgun og rigning en síðan annað kvöld er að snúast til aðeins suðvestlægar áttar og þá kólnar einnig. Við sjáum hér það er smá gusa með því og á mánudaginn þá er nú úrkomu minna en á hitasvæðinu þá er hér þessi hlýi geiri sem fylgir okkur hér yfir helgina en síðan annað kvöld þá sjáum við hér kaldara loft koma til okkar. Hér suðvestur af okkur þá sjáum við hins vegar í aðeins hlýra loft sem er að fara að koma til okkar á þriðjudaginn og mun aðeins svona hita upp í okkur en síðan kólnar jafn harðan á miðvikudaginn með norðanátt en hér sjáum við næsta sólarhringinn það er mesti vindurinn hér norðvestan til en hægari hér austan til það er rigning sunnan og vestan til eins og sagði og vindurinn hann er nú 10 til 15 það bil upp í jafnvel 18 hér norðvestan til og hitatölunar hér sjáum þetta er það bil 3 til 8 stig en þegar við horfum áfram frá klukkan 3 á morgun og fram á kvöld þá er betra að kíkja á vindasvið sjáum hér fjólblá liturinn hann táknar vindstyrk 16 metra á sekúndu sjáum hér skilin koma inn og það er athyglisverðast hér þar sem er gerast á Tröllaskaga og annað kvöld þá verður þó nokkuð hvasst þar þegar við komin út í bleika litin þá erum við komin upp í 24-25 metra á sekúndu þetta getur náð sér niður í þéttbýli og góð fréttina við þetta er skammvind en gæti verið nokkuð öflugt ef þetta nær illa niður á þéttbýli eins og í Eyjafjörðinn í kringum Tröllaskagann. Með þessu þá er snúast til suðvestlægar áttar hér á Vesturlandi og þá er að snögg kólna þannig að það er slitukennt jafnvel út í snjókomu sem er þá að fara að skella hér á Vesturlandi. Við sjáum hér allra syðst hitatölunar upp í 5-6 stig að verða nú mestu rigning þar en hér vestanlands þá er þetta nú kaldara og vetrarlegri úrkoma. Sjáum á hitatölunum einnig að það fer kólnandi þar. Síðan horfum við áfram til mánudagsins, það er eins og sagði snúast til suðvestlægar áttar, við erum með þess að 10 til 18 metra á sekúndu en þó nokkuð hægari hér austan til og með þessu er éljagangur svona að mestu en þó eru hitatölunar þessu 2-3 gráður þannig að það gæti orðið slitukenndar í þessu jafnvel eitthvað aðeins út í skúri. En við sjáum hér norðaustan til hitatölur frostmark og þurrt þar. En á þriðjudaginn þá er nú fyrir að lítið lægðarskot komi hér til okkar úr suðvestri. Það er hlýtt loft sem kemur með því þannig að það verður rigning allra syðst en síðan sjáum við hér að þegar norðar dregur hér er hitatölur frostmark. Úrkoma gæti alveg náð hér á Norðurlandi og yrði þá þar sem snjókoma en þetta er heldur óljóst má segja núna þannig að það er að gera að fylgjast með hvernig framvindur. Á miðvikudaginn þá er hins vegar útlit fyrir að þessi lægð fari til norðausturs og við það þá er að snúast til norðlægrar áttar eins og vil nú oftast gerast með norðlæg áttunum hjá okkur þá er að kólna allt land. Það er ekki mjög mikill vindur í þessu og það er nú útlit fyrir að það verði einhver éljagangur fyrir norðan og létti til sunnanvert landið en það er að gera að fylgjast með þessu og hvernig þetta muni þróast næstu daga. En í Evrópu þá er þessi hæð hér að stjórna svolítið í Skandinavíu á morgun að frekar hægur vindur og kalt veður þar. Það er meiri úrkoma hér á Bretlandseyjum, það er verið að vara við köldu veðri á Írlandi aðalega vegna hálku og nokkuð svalt í Evrópu þó að þetta nái nú yfir frostmarkið miðbikið. Hérna sunnan til þá eru leifar af viðvörunum á Ítalíu og víður út af þessari lægð en hún er þó undanhaldi og er að veikjast og áfram einhver sól á Íberíuskaga en úrkomi samt hann norðanverðan.
Í Norður-Ameríku þá hér þessi lægð sem fór yfir landið í dag. Hún komin hér til norðausturs en önnur lægð hér og veikari sem við suðvesturhlutann. Það áfram úrkomusamt norðvestan til en þurrt landið sunnanvert. En hjá okkur það áframhaldandi suðlægar áttir, það rigning sunnan og vestanvert landið, bætir í vindinn annað kvöld einkum á Norðurlandi en það stuttur og öflugur hvellur. Takk ykkur fyrir og verið sæl.